Ástþór Magnússon, forsetaframbjóðandi, vertu velkomin til mín í spjallið. Takk fyrir það. Fólk þekkir þig náttúrulega helst bara sem forsetaframbjóðanda, því að þú ert að bjóða þig fram núna og í, hvað er þetta, 7. skipti? Já, ég hef ekki töl á því lengur, það eru 28 ár síðan að ég gerði þetta fyrst 1996. Nákvæmlega. Og ég hef, það kannski af því að fjölmiðlar hafa nú stundum vilja koma svona aðeins og heimsækja mig einkalíf og svona, ég hef alltaf haldið í svolítið utan við. En þetta eiginlega byrjar þannig að svona minn ferill, kannski aðeins og fólk skilji það, þá fer ég út, byrja með raunlega viðskipti 12 ára að prenta jólakort og ég sé þarna einhvern svona fjölritara auglýstanir í slippfélagi til sölu á skrifstofunni þar og fæ föður minn til að fara með mér og kaupa hann fjölritara og setja upp litla pressmið í kjallaranum á æsku heimilinu og byrja að framleiða jólakort í 2 litum. Vélin var náttúrulega bara einslita, ég er hreinsaðan og skipt blek og heldur svo einhverjum glimmir á, bjóð til umslög og labbaði svo í hús að selja þetta. Aha. Þannig byrjar minn viðskiptaferill. Þú er alltaf verið í einhverjum viðskiptum og viðskiptaævintýrum. Já, þetta er einhver sköpunargleði held ég aðalega, meir en peningarnir. Þeir náttúrulega þurfa kannski að fylgja með. Já. Og þetta leiti svo út í skólablað, í Langholtsskóla, ég var þar í skóla og ég byrjaði að gefa út skólablað sem hétt Gosi. Og það var nú ein þjóðþekkt manneskja sem var skólafélagi minn, pappina var kennarinn okkar og hún var í bekk með mér, hún Vala Matt. Hún hefði með hannaði einu sinni forsíðu á þetta blað. Hún var að teikna og svona og skrifa eitthvað líka, held ég mannrétt. Ég labbaði í fyrirtæki í Kleffsholtinu og annar staðar og var að selja auglýsingar í þetta og raðaði þessu saman, fékk greinar frá skólafélögum og svona og gaf þetta út reglulega. Þetta er Langholtsskóla, það er sem sagt á grunnskólaaldri, þegar grunnskólaaldri. Táningur eða... Já, akkurat. Og svo byrjaði ég að taka ljósmyndir og ég fór í slagtof við annan skólafélaga sem er ljósmyndari og verið að mynda mikið fyrir Landsvirkjun og svona fyrirtæki undanfarin ár og gefa út bækur, ljósmyndabækur og við vorum saman í því að mynda alla bekki þannig að það hefur náttúrulega verið fengið ljósmyndara utan og bæ til að gera það en mér tókst einhvern veginn að samfara skólameistarann það að leyfa okkur að gera þetta og við byrjum að gera þetta og gerðum ykkur ár og svo Hvaða ljósmyndari var þetta sem var með þér? Emil Þór Sigurðsson. Já. Og svo fer þessi útgáfustarfsemi mín út í táningablað, þetta Jónína. Já. Og ég fæ ykkur að skólafélag með mér líka í það og við byrjum að gefa þetta blað út og ég læt prenta fyrstu forsíðu í lit á tímarit á Íslandi. Já. Og salan fór bara í gegnum þakki það voru, ef ég manir, bara nær 20 steindök eitthvað sem var alveg opbóðslegt magna á þeim tíma sem seldist af þessu blaði og þetta var ég var að mynda hljómsveitirnar, svona popparana og gera þetta, ég tók fræga mynd á honum Bjögga þar sem að tönnin var brotin. Já. Mér var sagt að stelpur væri að reyna að herma eftir sem hefði brótið sér tennurnar eftir þessi mynd byrtist. Ég var alltaf að vinna með skóla líka á Vísir. Ég er mjög ungur að vinna með skólanum sem ljósmyndari á Vísir. Ég myndaði alla fegurðardísis landsins á þessum tíma. Ég var svona offisíal ljósmyndari fegurðarsamkeppni Íslands og fór með þeim landið að taka myndir af fegurðardísum sem voru valdar og svo myndaði ég sumastúlku Vísis alltaf á fossíðunum á sumrin. Þetta var náttúrulega svolítið spennandi fyrir svona eitthvað, ég var eitthvað 17 ára, 16-17 ára, ég byrja þarna bara 15 ára að gera þetta. Hvaða nám fórstu í? Hvenær laugstu þinni skólagöngu? Ég fór í svokallega landspróf eftir grunnskóla sem er svona hraðleið og svo í verslunarskólan og svo þaðan í nám til Bretlands að læra ensku og ljósmyndur og markaðsfræði. Og ég klára það er svona háskólastigs nám sem ég fór í þar. Og hvað verður svona fyrsta vinna þín tekjuöflun þegar þú hættur í námi? Já, ég hef eiginlega aldrei unnið hjá öðrum.
það svolítið merkilegt, eiginlega bara aldrei. Ég nema svona bara sem smávegis hjá þessum fjölmiðlum, eins og Vísir. En ég byrja nefnilega strax úr skóla, fæ þessa hugmynd að stofna framköllunarfyrirtæki sem að tekur á móti filmum og býr myndirnar yfir á pappír og næ samningum þetta dýrar vélar svolítið í þessu, en næ samningum fyrstu kauplegu vélan á Íslandi. Þannig að þá þekktist það ekkert, sko, það var að byrja nýtt fyrirtæki og ég fekk fyrsta samningin og það var þá varstum við vélan á leigu. Hvað ertu bara, 20 þá eða? Já, ég er eitthvað allir sé ekki eitthvað 25 ára, eitthvað svoleiðis. Okay. Og ég er búin að vera þarna í þessu námi úti. Og ég byrja með svo kallaðan filmupoka og það er svona eiginlega prentapoka, þetta var nú stundar svolítið í Bretlandi á þessum tíma, sendi pokana út á heimilin, svo borið í all hús og fólk setti filmuna sinni í pokan og sendi til okkar og fekk svo fría film í staðinn, sko, með myndunum. Ég fór það í samkeppni við Kodak umboð, Hans Petersen, sem var einráður og sem markaði þá. Þegar að ég byrja, þá kostar helmingi meira að framkalla film á Íslandi en á Spáni og þegar ég hætti þá kostar helmingi minna að framkalla á Íslandi en á Spáni. Sem að samkeppnin leiddi af sér. Óða verðbólga á þessum tíma. En þetta var þannig að sko þegar ég var í skólanum líka, í breska skólanum, þá gerist Eyjagosið og ég er nýkomin út eftir jólafrí hérna á Íslandi og ég hringi pappa minn og segi ég verð að fá að koma heim og taka myndir þessu. Það þýðir ekki, það er allt lokað þarna út og svona. Svo ég hringi í þá hjá Sunday Times og næ þar einhvern ritstjóra og fæ hann til þess að samþykja það að ég verði þeirra fulltrúi í Vestmannaeyjum og fæ bréf upp á það og kemst svo hérna heim og kemst í svona flug fyrir erlenda fréttamenn út til Vestmannaeyja og svo er vélina að lenda þarna í Vestmannaeyjum og þá er okkur sagt að já, nú er ástandið þannig að það verður bara stoppa bara 40 mínútur eitthvað stutt og það var náttúrulega gekk ekki upp fyrir mig sem var búin að fljúga þetta leið frá London til að taka þessa myndi svo ég faldi mig ykkur kjallara þarna og það var verið að öskra á mig og leitaði mér náttúrulega en þeir fóru svo náttúrulega bröndanum og ég var þarna í nokkra daga og það Vestmannaeyjum? Í Vestmannaeyjum, ég er góðsinu. Og meðan það var að gjósa og raunar renna? Já. Ég var með hjálm og ég var með svona álkassa undir myndavélarnar, ég var með Hasselblad-vél, flotta Hasselblad-vél og Nikon-vélar, vel tækjaður og sko eftir þetta þá var eftir grjótkasta á kassanum, álkassanum, af því að það ringdi grjóti sko, litlum steinum og maður var með gasgrím og alla græðirnar. En þetta enda með því sko að ég fæ svo far með varðskipi til Reykjavíkur og sendi filmurnar sem ég var búin að taka út til félaga minns í skólan sem að kom þeim áfram til þeirra í Sunday Times. Þetta voru fyrstu litmyndirnar sem byrtust erlendis því að það var engin myndasending á þessum tíma í lit. Og það byrtust í Sunday Times? Já, heljarna stór umfjöllin í Sunday Times og svo í gegnum ritstjórn í Sunday Times að þá náði ég samningi við svona myndalæbrari sem er nú eða þekktast fyrir myndir af konungsfjölskyldunni en þeir tóku mig í fóstur þetta með þessa myndir og bara í mörg ár að þá fékk ég heljarna tekjur af þessu myndir, það voru seldar út allan heim í blöð og tímarit og bækur. Þú hefur greinilega alltaf verið mjög framtakssamur og svona sannfærandi geta talað inn í alls konar hluti. Já, mér er einhvern veginn tekist það oft sko og ég sem sagt er svo með ljósmyndastofu hérna heima setna sko og þá byrja ég líka, þá nota ég þessa tækni að senda út bæklinga, það var náttúrulega ekkert net á þessum tíma, ég sendi út bæklinga fyrir fermingamyndatökur og ég gerði því miður æfa reyða ljósmyndarinn í bænum því ég tók 60% af markanum á bara einu vettfangi sko, með því að búa til flottan bækling með litmyndum og svona
og en það var líka þegar að ég var að starta þessari framköllun sko, þá gerði ég svona filmupóka. Ég hefði keypt bíl fyrir peningana fyrir myndirnar og mæti á þessum bíl í skólan þarna í Bretlandi, þetta síðast árið mitt sko, og það kom svona svipur á það hérna skólafélagann, ekki af því ég hefði keypt nýjan bíl sko, en af því ég keypt hann fyrir myndir. Að við vorum allir að læra ljósmyndur þarna í bekknum sko. Þú var strax búin að ná að svona kapitalisera á þessari list. Já. En hvernig síðan ferðu, sko síðar ertu þú stofnaðir fyrsta kreditkortafyrirtæki á Íslandi. Já. Hvenær gerist það? Er það löngu eftir þetta? Eða? Já, það svolítið seinna sko, ég minni að fara í gang 79 sko, en ég var eiginlega 2 ára undirbúa stofnun að því. Það átti fyrst að heita gírókortið og átti bara að vera svona innanlandskort, það voru náttúrulega gjaldeyrisöft á þessum tíma og svona, og ég byrja á því að labba í hús og bjóða þetta kort og reyna að kanna undirtektir, og ég að tala þetta við systur mína, hún átti mikið eldri systur og hún segir við mig, þú ert alveg snarvillust, það mun aldrei neitt nota svona kort, aldrei nokkuð tíman, og ég sagði, jú, ég trú á það og þetta enda með því að ég átta mig á því að það betra að vera í samstarfi við erlend kortafyrirtæki, þannig að meginn að nota kort erlendis og fá líka konseptið betur frá þeim og það enda með samningi við Eurocard Mastercard og ég fæ þarna ágæta útgerðamenn með mér af því að ég þurfti að sýna svona bakland til þess að geta fengið svona umboð að það væri eitthvað sterkt bakland á bakvið mig í þessu og þannig að það fer einn þessar útgerðamanna með mér þarna út til Brussel og bóðið til Brussel til viðrana við Eurocard og það var svolítið fyndin upp að koma þar sko því að þeir bókuðu hótelið og sköffuðu hótel og það hefði verið Hilton hótelið mann, þetta ykkur 5 stjörnum mjög flott hótel sko og við fengum sitt hvora svítuna og það fylgdi svítun ykkur svona rauðu lykill og þetta var svona ykkur rauðu lykill, mér finnst það áttam ekki á því fyrir við settist á barinn, þá voru alltaf komnar svona glæsi konur sko, þá var þá voru svona konur þarna vinna á hótelunum, svona good time girls kannski, svona kallar það og flugu strax á okkur og heldur þetta væri komnir ykkur miljardamæringar sko. En var rauði lykillinn þá einhver þáttur í því að... Já, hann var svona merkið til þeirra sko. Já. Þannig að, En og þú nærði að landa þessu umbúði, Eurocard Mastercard og það hefur væntanlega, mér skilst að það hefði svona ekki allir verið sáttir við það Nei, íslensku viðskipti. Sko, bankarnir á þessum tíma voru að nota ávísanakerfi og það var eins og svona hálfgerð keðjubrefa viðskipti í gangi með ávísanir á þessum tíma viðskiptamenn gáðu út ávísun, þetta voru oft gúmítékkar innistæðlausar ávísanir og þeir treyst á það að ávísanir var ekki komin í gegnum reikningi fyrir eftir 3 daga og svona gekk bara stór hlut af ökonomíun á Íslandi á þessum tíma, það var mjög merkilegt og svo voru náttúrulega víxlarnir, það var allt í víxlum menn fengur lán þá þurftu þeir að slá víxl eins og að kalla þeir, þurftu að fara niður í banka og býða í biðröð koma snemma á mótana og býða marga klukkutíma að hitta bankastjóra til að fá eitthvað smá lán og kalla það slá víxl og það sem sagt að það var mjög erfitt að koma sér í gang. Í fyrsta lagi var fólk mjög loka fyrir hugmyndinni. Það trúði ekki á þetta, að svona kort væri neitt. Það var mjög erfitt að fá verslanirnar til samstarfs. Ég hafði farið í samstarf við nokkra sölumenn sem ætluðu að sjá það að selja hugmyndina inn í verslanir. Þeir gáðu strax upp. Þannig að það endaði með því ég tók mér frí úr vinnunni sem að ég var með hérna vinnuna og fæ þarna manni sem ég hafði fundið framkvæmdastjóra fyrir þetta í víxladeildinu á Akureyri hjá Landsbankanum og sannfærði hann að koma í bæinn og konun hans fannst þetta náttúrulega algjörð bara vittleys og ævintýramennska, hann var góður í stöð í Landsbankanum að vera að þvælast í Reykjavík og fara að vinna við eitthvað nýtt kortafélag en mér tókst að sannfæra hann og hann var alltaf að hætta við og ég ringi hann og þú mátt ekki gera þetta, verður eitt stærsta fyrirtæki landsins, þú trúðu mér og hann gerir það og þetta varð eitt stærsta fyrirtæki landsins og hann fór með mér, við fórum saman og við gengum á milli verslana
mann Hagkaup og allar þessar verslanir fóru þarna til að selja þeim inn í að fá þá til þess að taka þátt í kerfinu. Bara selja þeim hugmyndina að nota kreditkort sem að var bara ekki. Já, og þetta var bara nánast eins og að ganga í hús, við gengum bara og bönguðum upp á og ég hélt tölu og hann var svona á bakvið mig svona til hals og stuðnings og allt það og hérna svo sænum við það bara upp hvernig eftir annan og þegar við komum með eitthvað vel á annað 100 verslanir að þá töldum við okkur geta landsera kortinu. En þá kom náttúrulega það vandamál sko að við sko í fyrsta lagi þá gátum við ekki fengið bankareikning fyrir fyrirtækið. Nú, okkur ekki. Bankarnir sko, ég gerði viðskiptaáætlun þetta, svona svolítið sér íslenska útgáfa á kreditkortum af því að við vorum þetta víxlakerfi sem og tryggingavíxla og það var þetta tektist ekki erlendis, þannig ég bjóð til svona systemi kringu það og svo breytti ég líka sko Eurocard á þessum tíma var eiginlega bara kort fyrir svona ferðaþjónustu hótel og flug og svoleiðis en ég breytti þessu þannig að þetta yrði sko fyrir bensín og mat og allt sko af því að markaðurinn var svo lítill hérna heima að það var ekki nóg fyrir okkur að vera bara með ferðarþjónustu, sérstaklega út af þessum gjaldeyrisöftum af því þú gast ekki notað, almenningu gæti ekki nota kortin úti til að byrja með og ég kynni þarna þessa viðskiptaáætlun fyrir Búnaðarbanka Íslands sem ég var þá í viðskiptu við sem að síðar verður Kaupþing og svo Arionbanki og bankastjórinn setur þetta í höndina á svona hagfræðingi í bankanum, ungur maður nýlega búið með hagfræðinámið og hann segir bara við mig þið eftir að vera stærri en bankin og svona og lista opbóðslega vel á þetta alltaf en bankastjórinn gaf mér nei vildi ekki opna reikning fyrir fyrirtækið bara opna reikning ekki ekki opna reikning þú getur við lán eða bara opna reikning opna reikning og sama við hvað var í hinum bönkunum og það bara sko þeir hvers vegna? Já, þeir vildu bara ekki þessa samkeppnin þeir vildu hana bara alls ekki vildu bara að sitt kerfi væri áfram í liði og vildu ekkert nýtt vildu ekki þetta kortakerfin og það enda með því að sko ég er búin að fá líka í verslunarbankanum en það vill þannig til að tengdafæði systur minnar stjórnarformaður eða var á þessum tíma stjórnarformaður Verslunarbanka Íslands og ég leit á náður hans og byrði hann að hjálpa okkur að fá reikning og hann eiginlega bara skipar þeim að opna reikning og það var til þess að við gátum þá opnað fyrirtækið. Og þú segir þetta, þú varst búin að lofa hérna framkvæmdastjóranum að þetta eitt stærsta fyrirtæki landsins, þetta var þetta mjög vel lukkað og stórt fyrirtæki í þínum höndum? Það var, ég ætla kannski aðeins að segja svona meira aðdraganda sko, ég þurfti að passa mig rosalega á því að við myndum ekki fá slæma sko kortavinn sem væri með vanskil, af því við hefum náttúrulega ekki bólmagn til að taka á því. Þannig að á þessum tíma var ekkert lánstraust til en það var til eitthvað sem hét svartabókin og það var svona leyndamálsbók sem að bankandi voru með og mér tókst að útvega mér eintaka af þessari bók úr einum bankana og svo tókst mér að útvega mér lista yfir fasteignaeigendur sem að áttu fasteignir og ég var með tölvu, ég var með fyrstu tölvu á Íslandi sem einkafyrirtæki IBM tölvu, PC tölvu voru ekki komnar þeir sem voru með tölvu á Íslandi á þessum tíma það var hérna ríkið þetta skýrsluvila ríkisins hérna ef ég maður rétt og svo var það tölvuþjónusta sem að vann svona fyrir aðila en ekkert einkafyrirtæki en ég var með tölvu, hún var svona eins og skrippborð hjá þér hérna, það stærð með pínulitlum svona grænum skjá og þannig ég notaði hana til að keyra saman lét slá inn þessa svörtu bók og keyra það saman með fasteignaeigendum og fá út lista yfir alla sem að áttu fasteign og skulduðu engin vanskil. Já, það var svona hálfgert svona kreditinfo. Já, svona heimatilbúið kreditinfo sem við byggum til, og síðan gerði ég bækling, prenta bækling með tilboði og með brefi sem var sendt á alla þess aðeila að bjóða þeim kortið. Ég man alltaf eftir hvað margir sótt því að það kom ég með óvart, það voru svo fáir. Það voru 163. Já, ok. Já. Af þessum sem þú sendir á. Já.
sem voru eitthvað, ef ég manni rétt nála 30.000. Já. Það voru 163 sem að sóttum strax. En og var það nóg 163 til þess að fyrirtæki færi að blómstra? Nei. Við vorum að ströggla með þetta í nokkur ár. Já. Þetta var mjög erfitt fyrst og hægt og bítandi þá óks þetta. En þetta náttúrulega á endan sko gjörbylti greiðslumiðlun á Íslandi algjörlega. Já. En hvað áttu þetta fyrirtæki lengi? Hvenær Eurocard, Mastercard er ennþá til á Íslandi eða ekki í þinni eigu? Hvernig fór það? Samningurinn sem að við vorum með var það að ef að bankandi myndu vilja eignast fyrirtæki þá urðu við að selja það. Já. Og síðar þá kaupa bankandi sig inn í fyrirtækið og endanum taka það allt yfir. Já. Og það gerist. En ég lendi þarna sko í greiðsluerfiðleikum með hitt fyrirtæki og með póstverslun og þessa framkvöldunarþjónustu og í þessari óðaverðbólgu sem var þá nærri 200%, það var 183% í mannrétt sem að verðbólga geisa á þessum tíma. Það var ríkisstjórn Framsóknarflokksins undir forystu Steingríms Hermannssonar sem síðar enda kemur inn sem meðstofnandi af Friðið 2000, en þannig að hann var þá, ég þekkti hann ekki þá var hann forsætisráðherra og við lendum í þessari opbóðslegu verðbólgu hérna á Íslandi og Hans Petersen sem var búin að vera árum saman sko einráður á markanum í framköllun hækkaði aldrei neitt verð. Þeir ákvaðu bara að íta mér út á markanum svona kurtislega með því að hækka aldrei framköllun krónu og þannig eins og ég var að segja ráðan sko þegar ég byrja að þá kostar framköllun helmingi meira en á Spáni, tvöfalt, en þegar að ég lendi svo í þessum greiðsluerfiðleikum þá er orðið helmingi ódýrara. Já. En hráefninu alltaf hækkaði sko margfalt í þessari óðaverðbólgu. Þeir voru þá bara það stórir að þeir gátu til að íta þér út af markaðum. Já, af því að þeir voru náttúrulega búin að árið saman sitja þess að safna upp miklu auði sko. Og það verður til þess að ég lendi í greiðslustöðvun og lögfræðingur sagði mig síðan að aldrei mættins mikilli óvild gegn okkur manni í bönkunum eins og gegn mér. Það vildu bara ekkert fyrir mig gera þess að leysa úr svo sko gjaldtrótið hefði aldrei orðið hjá mér gjaldtrót ef ég hefði getað leyst úr sko með samningum vegna þess að þeir uppistaðir sko ef það hefði ekki komið allir þessi kostnað sem kemur við gjaldtrót þá hefði fyrirtækið geta borgað allar skuldirna sko. Og óvildin hafi þá verið tilkomin vegna þessara kreditkorta fyrirtæki sem þú varst með. Hann taldi það sko. Já. En hvað þannig að þú verður gjaldþrota þar og missur þá kreditkortafyrirtæki úr höndunum líka? Já, ég er bara stutt áður þá búin að selja mig út úr því og bankarnir eru þá að koma inn í þetta byrja að koma inn í þetta og ég er heilt ára að vinna úr þessu gjaldþroti með skiptarhund að koma þessi í verðmæti og svona passa upp á framkvæmdlandsþjónustan haldi áfram og svoleiðis og þegar að því er lokið eftir cirka 1 ára þá fer ég til Danmerkur þá fer ég bara með allar eigurnar í einni ferðartösku og lendi bara í Kaupmannahöfn og ég átti nú ágætan vina þar sem að hafði unni áður hjá sambandinu og hafði unni fyrir mig með þeirri vinnu af því ég var með útibú í Kaupmannahöfn að taka á móti filmum í framköllun og það var sko, ég var með svipað konsept þar, svona póstverslun á framköllun og fólk það sendi sko filmurnar á adressin sem verslun sem voru með í Kaupmannahöfn og það var farið með, því var skotið upp á flugvöll og fór í svona sérstökum pókum með Icelandair og var sérstök heimild hjá tollinu þar við sóttum pókan leið og vélinn kom og við mættum svo morgunin áður næsta vél fór sko út aftur til Kaupmannahafnar með tilbúna myndi sem fór í svipuðum póka tilbaka og var póstlagt aftur í Danmörku. Þú varstu þá að selja dönum framköllun á filmum sem gerðist heima á Íslandi og í Færeyjum og í Danmörku var ég með svona útibú. Já. Og er það sem að kemur þér aftur á réttan kjöl eftir gjaldþrotið? Nei, þetta er áður en að gjaldþrotið verður sko. Það sem kemur mér á réttan kjöl það er það að ég hafði búið til forrit fyrir tölvuna og það var og ég hafði átti mjög góðu samskiptum við stór póstverslunarfyrirtæki í Bretlandi
og ég lagði bara spilin á borðið fyrir þau, hvað hefði gerst hérna. Það voru 2 af stærstu fyrirtækjunum í Bretlandi í póstverslun og bað á umboð til þess að setja upp á Norðurlöndum svona finna umbóðsmenn fyrir þá og selja þeim umbóðsmönnum forrit sem myndi þá geta keyrt á PC-tölvum. Þá voru PC-tölvur að byrja að ríða sér til rúm sko. Og þegar ég lendi svo í Kaupmannahöfn og hérna tek svona einbýlishús á leigu frá verkfræðingi sem að fara að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar og hann að segja mér alltaf þróunarhjálp Sameinuðu þjóðirnar, hann fara að vinna fyrir þetta og hérna þau enda með því að taka hús á leigu hjá honum og það kjallar í húsinu og ég ræð 2 unga forritara í Kaupmannahöfn til þess að umskrifa þetta forrit yfir á PC-tölvur og síðan byrja ég bara að finna umbóðsmenn fyrir póstverslanirnar og sel þeim öllum tækni til þess að keyra þessi umbúð og þetta þróa svo út í svona snertiskjái og ég verð eiginlega upphafsmaðurinn í Evrópu að snertiskjám og svona verslun eins og þú gerir á netinu í dag. Já, þannig að ég verði þetta frumkvöðunum. Þetta löngu fyrir tíma internetsins. Já, það internetið ekki komið sko. Og ég geri þetta með símalínum og módem og ég fer í samstarf hérna við sagt, í Kaupmannahöfn setja upp fyrirtæki og ég ræð til mín þann sem hafði verið forstjóri Dals Varihús sem var stærsta póstverslunarfyrirtæki Danmerkur á þessum tíma. Hann var hættur svona sökum aldur sem ég ræð hann sem ráðgjafa og fæ alls konar ráðgjöf frá honum og líka svona credibility á fyrirtækið og ég byrja að selja þessa tækni þetta til hinna Norðurlöndan, til Finnlands, til Noregs. En hver var nákvæmlega tækni? Við erum ekki að tala um netverslun en þú ert með einhvers konar póstsölu í gegnum tölvur. Já, þetta voru svona svolítið eins og hraðbankar sjálfstætt standandi kassar með PC-tölvu og snertiskjá og tengt við gagnarneti gegnum módem. Og hvað gætt fólk keypt í þessu? Fólk gætt keypt vörur frá póstverslunum sko. Og á þessum tíma eru bara grænir skjáir eða hvítir sko. Það er ekki til neinar myndir á tölvuskjám og það sem að ég geri er að ég kaupi sjónvarpsskjái, litla sjónvarpsskjái og ég kaupi plötur sem eru svona með svona snerti tækni á og notaði eitthvað annað þá og ég tengi þetta sama með svo kalluðu genlock tækni og þannig að ég bý til eiginlega Windows í tölvum og þetta verður svona dálítið vinsælt og ég er komin þarna þegar ég er komin á fullmynd ég kaupi flugvél og ég ferðast Evrópu með sýningatæki í flugvélinni og ég meiri segja að lenda eins og Bergenflugvélli var með stjórn Bergenbanka sitjandi inn í flugvélinn hjá mér að pröfa tækið. Okay. Já. Og þú keyptir flugvél, þannig að þér var að ganga vel. Já, mér byrjaði að ganga mjög vel í þessu. Sko, þegar þú náttúrulega ferði í forritun sko, og selur forrita, þá þegar þú ert búin að greiða stoppkostnaðin, þá náttúrulega ekki svo mikill kostnaður að búa til fleiri forrit og selja þau. Sko. Þannig að þetta gekk ágætlega dálítinn tíma og eiginlega þanga til Windows kemur þá er mín tækni kannski ekki lengur svona rauðinýjast en ég enda með því að ég læsenseraði í burtu frá mér sko sjálft forritið yfir til Marconi í Bretlandi en það er eftir ég er búin að vera í þessu nokkur ár og svo fer ég svolítið í flugrekstur og ég var komið með þotu sko í fyrirtækið fyrst var ég með svona 2 hreyfla vél ég bjó í Kaupmannahöfn alveg fyrstu 1-2 árin sem að það var nefnilega þannig sko að ég setur fyrirtækið í Kaupmannahöfn og svo kemur allt í einu kona hefur samband og þá var hún frá Breska ríkinu og hún er sölumaður fyrir Tatsestjórnina og er að veiða svona fyrirtæki sem eru upprennandi í Danmörku að fá þau til að koma yfir til Bretlands og ég fæ rosa flott tilboð sko að byggingu leigulaust í ykkur tíma og svona ef ég kem með fyrirtækið þangað yfir og byrja að ráða fólki vinnu og svona og ég geri þetta en fyrstu 1-2 ári þá bý ég í Kaupmannahöfn þá og ég flýgi á mánudagsmótnum út til
Newcastle, ég fekk byggingu það nálægt Newcastle, flýg til Newcastle sjálfur á þinni vél já, bara á morgnana og mándum og flýg alltaf tilbaka á föstaskvöldum og svo náttúrulega inn á milli ég kannski að fljúga ykkur aðrar borgir það hitta viðskiptavinn og svona og þetta ger ég þarna alveg 1-2 ár sko og stundum þetta var svolítið sniðut sko fluga því leiti að ég minni hafa verið sko ég tók af braut 1-1 í Newcastle sko og það var svipabraut 1-1 eða 2 í Roskilde mann ekki alveg hvað það var og þá var þetta beinstrik, það var ekki ein beygja á leiðinni og ég var á skrúfuvél sko og hún var svona millilaga þannig hún var ekki upp í þotunum og hún var ekki niður í svona litlu trafíkin alveg, hún var þarna á milli þannig að það var aldrei nein vél á mínu svæði og stundum átti ég til að setjast aðeins í betri stól aftur í og leta hana bara á sjálfstýringu fylgdist alltaf með og kíkti eitthvað í bók og svona sko. En þú veist þess að lærður flugmaður, hvenær lærður flugið? Ég lærði það heima fyrst og bara ég keypti hlut í svona einstreifils Cessna Skyhawk átti 1/7 hlut og lærði þetta á hana og aðra vélar og þarna þegar ég var með verslun hérna heima á þeim tíma þá átti ég til að ég flög eins til dæmis með páskaegg til Vestmannaeyja náttúrulega bara ganni mínu sjálfu sér en það var voða góð þjónusta frá mínu fyrirtæki ég var bara komið með páskaeggin fljúandi á vélinni og þá var ég að ég hafði fengið þessa hugmynd okkur leiksýningu ég seldi svolítið leikföngum á sig ég var með svona póstverslun og stóra verslun sem seldi leikföng og búsáld og alls konar fekk þessa hugmynd að setja svona leikföng og ná páskaegg Já, okay. Það var fyrsta sinns að það var gert sem að ennþá gert í raun og veru Já, svo komum við aðrir með það En þú nefnir það þú ert komið þotu inn í fyrirtækið á einhverjum tímapunkti og það náttúrulega kannski svona þekkt frá sko þegar þú verður sko þekktur í Íslandi fyrir forsetaframboðinu út með frið 2000 þá ertu að ferðast á þotum manni til Írak og reyna einhvern veginn að ber út boðskapinn á þotunni mann ég er ungur maður hérna bara 18 ára þú ert að bjóða þig fram fyrst en hvernig kemur það allt saman til menna, þessi hugmynd með frið 2000 og að innvikla forsetaembætti Íslands inn í það allt saman segðu okkur hvernig það kviknar Sko það kviknar fyrst í svona andlegri vakningu hjá mér sjálfum í kringum fertugt. Þá verð ég fyrir mjög svona mikilli andlegri vakningu. Mér er búið að ganga mjög vel í þessum viðskiptum. Ég á þessa þotu, ég á hús í Norður Englandi, ég er með íbúð í London og íbúð á Marbella á Spáni. Og Marbella á Spáni er mikið af svona skrautlegum fuglum, mjög mikið af miljardamæringum á stórum snekkjum og svona og ég kynnist auðvitað eitthvað af þessu fólki því ég stundum að fljúga með þá kannski þeir fá lánað hjá mig vel og byrja með að fljúga með sig þeir kannski að fara ykkur regata eða hvað þetta heitir svona siglingakeppnir og hvað svona og þannig ég kynnist eitthvað svona fólki og mér finnst sko einhvern veginn að lífið ekki vera að snúast eigi ekki að snúast þessa peninga sko ég vil að missa alveg áhugan á því að safna peningum ég sé engan tilgang í því það sem veraldlegu gæðum og það er náttúrulega svolítið ófriðlegt á þessum tíma það er Sirinovski þarna upprennandi í Rússlandi og er að byrja að tala um það að gera Ísland að fanga eigu ég man til því og það er náttúrulega í miðstöldum læti og þarna og ég svo hitti ég einn mann og hann svona mjög andlega sinnaður maður en hann hafði aðeins verið hérna á Íslandi og hann er með þessa sýn að Sameinuðu þjóðirnar muni í framtíðinni verða á Íslandi og ég verið að hugsa þetta meira þegar hann segir þetta og ég fer svolítið mikið onni svona hugleiðingar og ég hætti alveg að drekka áfengi ég er að byrja að skrifa þessa bók virkjum Bessastæði náttúrulega bara byrja á því að skrifa hana og man ekki hvort hún hét fyrst virkjum Bessastæði það er bara
hún var bara þessi samtök og Ísland og allt þetta sko og ég les 240 bækur þessi málefni til þess að vaða mér efni í þetta en ég las allar mögulega bækur styrjaldir og friðarumleitanir og alþjóða stjórnmál og allt þetta og ég þarna niður í Marbella mest og í öllu víninu þar sko með mat og allt, ég drekka ekki dropa og ég bara í mínum hugleiðslum og skrifa bókina og svoleiðis og þá verð ég sjálfur, fæ ég 3 sýnir í þessum hugleiðslum og eina þeirra sem að hefur kannski verið svona backbone eða svona aðal stuðningurinn minn við að haldist alltaf áfram það mér sýnt bara árið 2025 og það alveg sko skilabóðin eru bara alveg sterk árið 2025 þannig að frá þessu skilja það að ég ekki að fara að gera þetta og ætlast til þess að þetta uppsker eitthvað strax og ég meiri þess að ég hugsa hvað verð ég orðin gamall 2025 og ég hugsa að þú veist það ekki eins og ég verð á lífi, ég veit ekki það en það þá sem eitthvað á að gerast eitthvað stórt á að gerast árið 2025 og ég skrifa það hérna í bókina þetta skrifað hérna að það ekki þetta kemur fram í ljóði hérna og þar stendur bara skýrumstöðum árið 2025 Þetta árið 2025 og þetta er ég dagur friðar þetta skrifa ég fyrir 30 árum upp úr þessari sín mér var ráðlagt að segja ekki frá þessum sínum af því að fólk myndi halda að ég var alveg algalinn en ég hef nú ákveðið að gera það núna af því að mér finnst að það sé rétt að skýra frá þessu og hverju voru hinnar 2 sýnirnar? Sko, fyrsta sýnin að mér finnst ég sjá jörðina bara í fjarska og svo sé hana bara lýsast upp og svo þegar ég sé svona nær þá bara fólk að koma út með kertaljós út úr húsanum sínum að biðja frið það fyrsta og síðan næsta það þá ég eins og inn í ykkur konar kjallara með svona glugga út og það allt svona dálítið eyðilegt eins og eftir mikla eyðileggingu og það eitthvað svona könnunarvél sem fer yfir og hérna og ég þarna mér finnst ég vera þarna með einum nákvæmum mættingja mínu sem ég skil ekki þá af hverju hann tengist þessu ég gæti skilið það kannski aðeins núna hann nokkuð þjóðþekkt person á Íslandi en mjög náinn mér það systursonur minn, Jón Gunnarsson sem var dómsmálaráðherra og ég sé hann alveg fyrir mér í framtíðinni sem leiðtoga hérna á Íslandi ég held að hann eigi það eftir og þannig að þessi sín gæti alveg ræst hann öflugur stjórnmálamaður hann var ekki komin nálægt stjórnmálum á þessum tíma þegar þú far þessi sín nei, ekki neitt en við vorum alltaf mjög náni vegna þess að það bara einhver 30 ára aldursmunur á okkur, systir mér var mikið eldri og hérna og hann hefur nú stundur svona gandast með það að ég sé alltaf harður húsbóndi því að þegar að ég var þarna krakki sko, unglingur þá vorum við 3, það var ég og hann og 2 yngri systur mínar við vorum svona smá teymi og ég var að halda leiksýningar í bílskotum heim hjá pappa og ég fekk hann til að selja miðana með systrónum sko og hann segir að ég hafi bara þrælt þeim út það alveg viðskipta mógull sem að passa þér upp á hverja krónu og lest fólki vinna og hver að þriðja sýnin hérna svo það þetta að mér finnst ég vera við píramídan mikla í Egyptalandi þangað hef ég reyndar aldrei komið nema í þessu og þar finnst mér það bara eins og lýsist upp sko, eitthvað rosalega stórt far á himninum og það verið að bera eitthvað á svona stól eins og í gamla daga sem að fólki að fagna mikið. Nú veit ég ekkert hver þetta eða hvað þetta það bara fólki að fagna einhverjum áfanga í friðamálum. Og eru þessar sýnir sem sagt kveikjana því að þú stofnar frið 2000 samtökin? Þetta ekki bara þetta sem verður kveikjan, þetta svona samtvinnandi þættir.
þetta hluti af því, en þetta náttúrulega það sem hefur gefið mig styrkin að koma hérna aftur og aftur, fáið mig holskefluna af skítkastinu á netinu, eitt sinn var næri 20.000 sko nýðskrif mig á netinu, ég taldi ekkert, ég held að það verið 14.400, það var næri 20.000 sko. Ja, ég teki eftir þessu, ég og þetta náttúrulega fylgst með, þess að ég 18 ára fyrst þú býðið fram, þannig að ég svona komin til vits og farin að fylgjast aðeins með og hef tekið eftir öllum þessum frambóðinum og það sem ég hef séð að þú ert sko hvernig segir maður, svo konsistent þú ert alltaf með sama boðskapin, þú er aldrei kvika frá honum. Ekki, sko, þessi bók skrifur fyrir 30 árum og ég er búin að lesa hann alltaf aftur og það ekkert sem hefur breyst í þessum boðskap, ekki neitt. Þetta bara sama línan sem þú hefur lagt upp með og verið með allan tíman. Já, en við þurfum náttúrulega átt okkur líka á einu að sko 30 ár ef að þú myndir hitta einhvern úr framtíðinni eftir 100 ár sko og þú litur tilbaka þá 30 ár mjög stuttur tími. Jú, það enda rétt. Já. En ég tekið mitt eftir í það og núna bara á Facebook síðunni Ástór Forseti eða hvað hann heitir að þú ert að setja þar inn klippur og svona og ég sá að var eitthvað, þú ferð á einhverja klippuna ertu með einhver klippa þarna það sem þú ert að tala að gera Íslanda miðstöð Sameinuðu þjóðanna eitthvað og þá eru ykkur 500 likes eitthvað 250 að mér eru svona hláturkallar og fólk sko bara að flissa og eitthvað svona ég var að skoða þetta mitt í gær og ég skrolla yfir til að sjá andlitin á þessu fólki sem var að setja þessi hláturkalla og þess að ég hugsa sko einhvern veginn að það svo algengt að núti að það skortir alla sjálfstæðu hugsun í fólk og það einhvern veginn búið að gefa út þetta skotveiði leyfi á þig það að segja búið að andstæðingar þínir og þú ert alltaf búin að etja kappið við marga aðra fórstaframbjóðendur og svona þeim hefur tekist að mála upp einhverjum svona trúðsmynd af þér oft tíðum og fólk heldur einhvern veginn að það þurfi ekki einu svona að hlusta á það sem þú hefur að segja það bara þetta er trúðurinn enn og aftur mættur þetta er upplöfunin sem ég fæ að þessu en boðskapurinn sem þú ert með hann náttúrulega sko þetta eru þetta stórar hugmyndir en þetta er ekkit galið, það er ekkit í þessu sem er trúðslegt eða út úr kortinu. Nei, sko, það sem í raun og veru galið er að hafa ekki gert þetta nú þegar. Segðu okkur aðeins, hver er hugmyndin ákvæmlega? Hvað áttu við með Virkjun Bessastaði? Sko, Virkjun Bessastaði er það að embætti forseta Íslands og forseti Íslands gerist fánaberi friðar heiminn og það byggir á því að Ísland hefur aldrei rekið eigin hernað. Ísland á sér mjög einstaka sögu umburðarlendi sem gerist árið 1000 á Þingvöllum þegar að Þorgeir ljósvetningagóði eins og talaður skríður undan feldinu með tillögu til að leysa deilunum trúmál og hann leysti það þannig hans tillaga var þannig að því að menn vildu taka kristni og þeir sem voru heiðnir vildu berjast fyrir heiðninni en hann leggur til að við tökum kristnina en að þeir sem að vilji megi blóta á laun og þannig að það er þetta umburðarlendi sem að hann setur línutna með og þessi hugmynd til dæmis við viljum útfæra hana í Miðausturlöndum í Jerúsalem, við viljum búa til það sem heitir Alþingi Jerúsalem og þar myndi það meiri svona þing að hætti Alþingi hins forna því að Alþingi hins forna það voru ekki svona atvinnu menn í pólitík sem að komu þar, það voru bara bændurnir sem komu og höfðingjarnir sem komu og úr sínum bæjarfélögum og einhverja vikur á ári og hittust þarna og ræddu málin og það viljum við gera niður í Jerúsalem. Í Jerúsalem ertu með öll þessi þjóðabrót í rauninni og trúmálin, þú ert með gyðingadómin, þú ert með kristnitrúna og þú ert með múslimatrúna og íslamstrúna og þetta er svolítið svona suðupottur með þessu öllu þarna og þarna gæti risi svona þing sem yrði friðarþing þar sem að fólk úr öllum byggðum á þessu svæði kæmi saman til að ráðu sínum málum og leita lausna til friðar og þetta er sem sagt en að forseti Íslands gerist boðberinn á þessu því að sko það er ekki nóg að mæta niður á Austurvöll og mótmæla til dæmis eða þó að milljónir manns fari á sko göturnar í London að mótmæla
auðvitað hefur það mjög mikil áhrif eins og til dæmis að Víetnamstríðið, það var bara hreinlega stöðvað með mótmælum af bandarískum almenningi sínum tíma en það voru náttúrulega ráðamenn sem gripu þá í taumana en þú þarft að leiða þetta saman sko. Það sem að ég vil gera, ég vil leiða saman allar friðarhreyfingar heims, atvinnulífið og stjórnmálin saman í samhent átak til að koma með lausnir og ég var að segja sko að það sem galið hafi ekki gert þetta nú þegar ég þori nánast að fullyrða ef að ég hefði verið kjörinn 2016 sem forseti, hefði haft tíman frá 2016 til að vinna í þessu, það hefði verið hægt að afstýra styrjöldinni í Úkraínu því að styrjöldinni í Úkraínu hægt að leysa með sama hætti og styrjöld var leyst úr í Sviss, það hefði verið 1648 það var mjög álíka lausn þar gerð eins og væri hægt að gera í Úkraínu sem sagt að þeir gerðu sjálfstjórnar héruð í svona federation eða sambandslýðveldi og það það sem að þarf að gerast núna í Úkraínu vegna þess að fólki sem í austurhéruðunum í Krím það vill ekki fara undir stjórnina í Kiev en það myndi sætta sig við að vera sjálfstjórnar hérað undir Kiev. Það var nú það sem tilstóð þegar ekki með Minsk samkomulögunum og svona og það átt að skapa frið þarna með því að gefa þeim einhverja sjálfstjórn. Já, akkurat. Og þetta það sem þarf að gera svona. Þetta hefði, en í staðin fyrir að tala fyrir friði frá Íslandi, þá höfum við talað fyrir hernaði. Við höfum borgað fyrir flugvélar undir vopnaflutninga til Úkraínu sem bara eins og olía á eldin og það hefði ekki komið 1 ár til friða, við lokum sendiráði Íslendinga í Moskvu í staðin fyrir að halda því opni sem boðulegið við utanríkisráðherra Íslands hefur talað mjög fyrir útþenslu NATO og vandamálið sem að verður þarna að Rússar ráðast endaleginn, það sambland af þessu árásum sem að rússnesmælandi fólk varð fyrir í austurhéruðunum í Úkraínu í kjölfar áróðusvéla sem voru settar upp með bandarísku fjármagni, sjónvarpsstöðvar, útvarpsstöðvar, blöð. Það tala $5 miljardar voru settir frá Bandaríkjunum inn í þetta í aðdraganda þessar meitin uppreisnar sem varð svo þegar þessi ultranationalistar komast til valda með uppreist og forseti landsins flýr. Þú ert að tala um hérna 2014 þegar að verða valdaskipti í Úkraínu. Já, þá það forseti, þá liggur á borði forsetans samningur sem að fólk vil gera við Evrópusambandið, það vil ganga nær Evrópusambandinu og þetta nú heitumræðum þetta á Íslandi, það ekki allir sáttu við að fara í Evrópusambandið hér á Íslandi, það var samningur að ganga til liðs við Evrópusambandið þannig og hann vil aðeins hingra við og af því það koma líka tillögur frá Rússlandi viðskiptasamning og hann vil aðeins skoða þetta betur og hann skrifar undir þetta og þá verður þessi uppreist og hún byrjar friðsamlega en það eru flugumenn inn í henni það var til dæmis maður sem að séð á myndu, það Oliver Stone gerði bíómyndum þetta sem heitir Ukraine on Fire ef ég mann rétt og það sýnir þennan mann sem að var í álíka málum í Georgiu áður og hann allt í einu þarna í þessu komin þarna inn í Odessa sem einhvers konar borgarstjórið eitthvað. Og það flugumaður sendur frá bandarískum það eru myndir af þessu manni, hann var þarna, ég held að hann meins að verið forseti Georgíu, það eru myndir af honum með bandarískum stjórnmálamönnum, bandarískum þingmönnum, þannig að mikla tengingar eru þarna á milli en það eru sem sagt koma það flugumenn inn í þessi mótmæl og hleypa sér upp í bál og brandi og ofbeldi og það verður til að forseti flýr og það verður þessi blóða uppreisn og þessi Kiev-stjórn kemst í valda og Krímskaginn, fólkið þar vill ekki fara undir þetta því það verður að banna til dæmis rússnesku sem svona ríkismál stofnunum og svona og
og þá haldin þessar kosninga þar og svo fræmis. Okkur gefið svolítið skökkmynd af þessu af vestrænum fjölmiðlum. Þeir horfa á þetta mál svolítið eins og það hafi byrjað bara í februar 2022. Já, en það ásinn nefnilega miklu lengri aðdraganda og ofsóknir gegn rússneskmælandi fólki voru svo miklar þarna í Austurhéruðum að Amnesty International og Human Rights Watch skrifuðu forseta Úkraínu bréf og báðu að láta af þessum ofsóknum. Getur maður séð einhverja heimildir þetta? Það á netinu bara. Já. Og þetta alltaf eftir þessa uppreist 2014 og þetta leiði til mikilvæg átaka í Austurhéruðunum þar sem að rússneskum mælandi aðskilnaða sinnar berjast við úkraínska stjórnarherinn í mörg ár. Það er átaka í mörg ár og sem að stigmagnast í það að Putin fer inn í februar 2022. Já. En okkur bara sagt að í februar 2022 hafi Putin bara í einhverju mikilmennsku brjálaði og útþenslustefnu sinni og hugmyndum ný Sovjetríki ákveðið að fara að ráðast inn á nágrannaríki bara algjörlega án allarar ögrunar. Og nú koma þeir fram hver og eftir öðrum frá Þýskalandi, frá Danmörku, frá Nóri, frá Svíþjóð, menn frá leyniþjónustum og að tala hættu á innan 10 ára verði komin auki styrjöld við Rússa. En sáum þetta bara í 13 mikið það var mikið verið að tala að evróskir herir þurfa að fara að efla sig því að það er svo mikil ógn frá Rússlandi. Já, en ef það verið söðlað og í stað þess að loka á Rússa öllum menningarlegum samskiptum og viðskiptalegum samskiptum við Evrópu og það myndi bara vera opnað aftur og haldnar friðar ráðstefnur, þá held ég að þessi hætta myndi bara bæjast frá þess að þurfa að vera að setja ykkur stóra fjármunni og orku í einhvern hernað. Ég hef enga trú á því að Rússar stefna okkur yfir á Evrópu, en auðvitað þú ert búin að innikróa ykkur að þjóð svona, þá eru náttúrulega menn þarna sem mann ekkit sætta sig við það til framtíðar. Þeir megi ekki eiga viðskipt við Evrópu, þeir eru stærsta ríki í Evrópu og þeir eru lokaður út frá viðskiptum og menningu, þeir megi ekki taka þátt í íþróttaleikjum til dæmis. Þú veist, þetta náttúrulega En það hefur sýnt sig að þeir sem að reka þetta stríð, náttúrulega Bandaríkin eru baki Úkraínu og Evrópusambandi og allt þetta. Þeir sem raunverulega að baki þessum stríðsrekstri, þeir hafa ekki áhuga á lausn deilunar. Þeir vilja stríðsrekstur, áframhaldandi stríðsrekstur og að hann viðhaldist lengi. Já, á bakvið þetta er hergagnaðiðnaðurinn sem er stærsti iðnaðurinn þarna í Bandaríkjunum. Það er það sem býr þarna baki og við, ef við eigum í stríði við ykkur, þá eigum við stríð við hergagnaframleiðendur og þá ökonómi í kringum þá. Það þarf að sannfæra þá að beita sér inn á aðra brautir eins og fyrsta merki friðar 2000 var það að breyta skriðdreka í traktor. Það er hérna einhvers staðar og við tölum hérna friðar Earth-korps, jarðarsveitir. Já, en það er mjög erfið sala þó að þú sétt góðu sölum að Rostór að selja hergagnaframleiðendum að þeirra að fara að breyta skriðdrekum í traktora. Já, ég veit það ekki. Þetta, með samhentu átaki, þetta er merkið. Já, alveg rétt, ég man eftir þessu. En það þarf náttúrulega að ná samhentu átaki vegna þess að það gerist ekki bara með einhverjum friðasinnum á Austurvelli með spjöld. Það þarf viðskiptalífið almennt, náttúrulega viðskiptalífið er miklu stærri en hergagnaðinar, til dæmis við erum með ferðamannaþjónustu hér sem er mjög viðkvæm fyrir svona stríðsrekstri. Ef það er styrjöld niður í Evrópu með þessum hætti sem að þessi menn eru að vara við, þá má búast við að ferðamannaströmmur til Íslands myndi ég vil bara leggja stað. Já, það er ekki bara ferðamannaströmmurinn, það er verðbólga og aðfangsskortur og það er, sem við sjáum það bara, afleiðingar Úkraínu stríðsins hafa þegar haft mikil efnahagslega áhrif á alla Evrópu og Ísland þar með talið. Það er engin spurning. Og þú sér það bara til dæmis núna með flutninga frá Kína að þessi deila í Mið-Austurlöndum er að orsaka gífulega hækkun á flutningsverðum því að það er verið að sigla miklu lengri leið. Það er allra hagur auðvitað fyrir utan hergagnaframleiðendana að svona ástand vari ekki og fari í raun og ekki að stað. En
útskýra það betur fyrir okkur, hvernig forseti Íslands, embætti forseti Íslands gæti komið til leiða bara yfir höfuð einhverjum svona viðræðum eða svona kveikt hennar nista sem þú ert að tala hvað, segjum svo, ef þú er kjörinn forseti Íslands, að hvernig myndir þú koma þess að stað? Já, sko forseti Íslands er eins og embætti í dag í svolítið tilvista kreppu. Það raunverulega hefur verið rekið með valdalítið embætti, það svona meira upp á punt og þetta að kosta þjóðina einhverja 400 milljónir á ári, snarri 2 milljarða á kjörtímabili og ekkert að gefa mikið tilbaka. En það sem að forseti Íslands hefur, að hann hefur aðganga fólki allstaðar í stjórnmálunum, af því að hann ekki flokksbundin, hann ekki á einum væng stjórnmálan frekar en annars, þannig að hann á að geta haft aðgang bæði vinstri og hægri mönnum og öllu þar á milli og það náttúrulega það fyrsta sem að ég myndi vilja gera ef að ég væri kjörinn forseti, það að reyna á samstöðu með kjörinni ríkisstjórn það að koma með í þetta mál að breyta hlutverk Íslands úr því að vera sko stuðningsaðili hernaðar eins og við studdum árásin á Írak á sínum tíma ég var nú fangelsaður fyrir að mótmæla og sem reyndi samt ólöglegt stríð og styðja þennan Úkraínu hernað að við frekar notum okkar rödd og eins og í NATO að við borðið á NATO þá erum við með þessum aðlum að reyna að koma með annan vinkil inn í þetta og þetta geti forseti Íslands beitt sig fyrir með sínu áhrifavaldi. Hann getur líka náð til friðarhefinga, hann getur farið á stóra friðarástefnur, haldið þar tölur, fengið fólk til þess að koma utan þennan málstað, sama með viðskipta rástefnur, sama hætti. En þú hefur séð eins og við alla, íslenski stjórnmálamenn og til dæmis utanríkisráðherrann sem að hér var þegar að Úkraínustríðið byrjaði hún hefur hvað ég segja, unun af því að geðjast þessum herrum hjá NATO og að hitta af Volodymyr Zelenský og þetta þykir ofsalega fínt að fá að vera með í þessari veislu og maður reynir að sjá það fyrir sér að Ástór og Bessastöðum einhvern veginn fær að sannfara hann að koma frekar í friðarlið og í raun og veru fara gegn þessum herrum hjá þessum alþjóðastofnunum NATO og svona, að það veri mjög erfitt að selja þessum framagjörnum stjórnmálumönnum þá hugmynd. Ég ekkert viss að það yrði svo erfitt því að ég myndi náttúrulega nota ýmsar aðferðir við það og það væri til dæmis það að byrja að mynda samstöðu með fyrirtækjum í landinu í ferðarþjónustu það þrýsta á þetta. Þannig myndi ég reyna að skapa þrýstihópa, friðsamlega þrýstihópa sem myndu sannfæra stjórnvöld að láta af þessu hátterni ef ég get kallaða það að vera að styðja við þessa styrjöld. Sjáum bara hvað þetta er búið að gera fyrir okkur. Þetta er ekki búið að gera neitt nema neikvætt fyrir okkur. Þetta er búið að kosta fullt af peningum og þúsundir flóttamanna streyma hingað inn. Það er verið að uppræta fólk frá heimilisinu í staðin fyrir að reyna að leysa úr þessu það er búið að rústa stórun hlut af heimilum í Úkraínu. Ég held að sé 1/3 eða eitthvað af þjóðinu á flótta þú veist, þetta er náttúrulega bara gjörsamlega galið. Já, það græðir enginn á þessu nema þeir sem eru á baku tjöldin í hergagnaframleiðslunni. Og svo er talað mjög mikla spillingu það er á æðstu stöðum í Úkraínu það er talað það Já, og menn eru tortrygnir á til dæmis bara Biden og Biden feðgar og eru með eitthvað starfsemi í Úkraínu, svo hann að fá þingi til að samþykja skriljarða dollara stuðning og hvað eftir annað til að senda hann til Úkraínu og enginn veitir enn og eru hvar þeir peningar enda nema við veitum að 90% aðeim fara beint til hergagnaframleiðenda. Þannig að það er mikil spilling og mikil ormagrefja sem þarf að uppræta að menn að fara að vonast eftir einhverjum friði. En það er náttúrulega eins og vorum að tala um það, ég er búin að vera í þessu starfi núna í rauninlega í 30 ár en þegar við munum horfa að þú hittir einhvern mann í framtíðinni
kannski tekstur að lifa lengi með eitthvað tækni, ég veit það ekki og hérna þá munið þið horfa tilbaka til þessar aldar og þá þetta bara augnablik og það náttúrulega alveg sama með þetta sem það að gera svona, þetta mun náttúrulega taka ykkur tíma og það sem að ég vil gera, ég hef náttúrulega sko óbílandi trú á þessu og ég hef sko ég hef þrautsiguna til að gera þetta, ég gefst ekki upp ég geng aldrei frá hálfkláruðu verki þannig að það sem ég vil gera að ýta þessum bát úr vör og vonandi bara að vera eitt kjörtímabil til þess að ýta þessu vör og leggja svona línurnar og svo kæmu aðrir og eftir og myndu halda þessu starfi áfram. Já, sko eins og ég segi, hugmyndin í mínum huga langt frá því að vera galinn og það alveg rétt sem þú segir að þetta hefði sko mátt gera miklu fyrr, það segja hver sem var kjörinn 96 eða eftir það að bara nýta plattformið sem hann hefur haft til þess að tala fyrir friði, það er bara sjálfsög staða til að taka ef þú ert forseti Íslands. Já, sérstaklega með þessa sérstöð sem Ísland er. Já, herlaus þjóð og þetta hlutleysi og allt það. Og svo hafa menn náttúrulega eins og til dæmis fólkustundur tala um það að forseti frá lítilli þjóð hafi bara lítil áhrif. En þetta er ekki rétt og það er til dæmis fyrir forseti Costa Rica sem er Nóbelsverðlauna hafi fyrir að hafa stilt í friðar, ég held að vera í Nicaragua og sem að lagði niður hernað Costa Rica. Já, sem frægt er. Já. Hann skrifaði grein við eitt framboð mitt í Morgunblaðið til stuðnings minni hugmyndafræði og mínu framboði og svo er þetta þekktasti bara upphafsmaður friðafræða í háskólum Jóhann Galtung, hann kom hérna heim og hann flutti fyrirlestur þetta í háskólanum og það var nú þannig að ég þurfti nú að berja svolítið fyrir því að fá hann inn og það var skilyrði að mitt nafn kemi hvergi nálagt en ég náði því í gegn að hann fekk að tala í Háskóla Íslands á Alþjóðastofnuninni og það var bara fýtt fyrirlestur, hann var að tala nákvæmlega þetta og það er inn á þarna forstakostinga.is líka þar sem hann talar í myndavélina og þetta hvernig við getum virkjað embætti forseta Íslands og sett Sameinuðu þjóðirnar niður hér á Íslandi. Já, einmitt, mér langar að heyra betur einmitt af því, þessi hugmynd með að setja Sameinuðu þjóðirnar niður hér á Íslandi. Já. Það ertu búin að tala sem sko atvinnuskapandi miðstöð sem geti fært þjóðarbúinu 100 milljarða. Já. Lýstu þessari hugmynd fyrir mér? Sko, það er mjög mikil undiralda hjá þjóðum heims það að færa Sameinuðu þjóðirnar frá Bandaríkjunum. Rússar er náttúrulega mjög óhressi við að þurfa að sækja vegabréfsáritinu til Bandaríkjana til þess að sækja fundi hjá Sameinuðu þjóðunum og það hafa komið upp tilfelli þar sem að þeim hefur einstöku þingmönnum þar hefur verið neitað vegabréfsáritin. Þannig að menn hafa verið að tala að flytja þetta, Sviss hefur verið nefnka nefnt en það allstað það sem ég hef talað í gegnum árin Ísland, þá hafa menn verið mjög hrifnir þeirri hugmynd sem svona hlutlaust svæði sem vettvang Sameinuðu þjóðanna. Já, og það var nú einmitt sko, þegar ég var nýbúin að stofna Frið 2000 95 og einna með stofnendunum var Steingrímur Hermannsson forsætisráðherra, hann var þá seðlabankastjóri, hann og konan smætti á stoppfundin og hann hjálpaði mér dálítið mikið í upphafi í sambönd svona eins út í Bandaríkjunum og ég var alltaf í Bandaríkjunum þá einu sinni í mánuði á hjá svona nefnd sem hét Communications Committee for the United Nations eða samskipta nefnd fyrir Sameinuðu þjóðirnar og þar var ég alltaf að tala fyrir þessari hugmynd að framtíða staður Sameinuðu þjóðanna ætti að vera Ísland sérstaklega hvað var það friðargæsluna stjórnstöð friðargæslu, skóla við erum með náttúru sem er gott til þess að þjálfa menn, svona friðargæslustörf og þetta það var nú eins og hringt í mig eitt sem að ég hafði kynst þarna og var að spurja mig þá var komin hugmyndum að reisa svona friðarmerki og sem að þekkt fólk stóða bakvið og ég var spurður álits á staðsetningu og svoleiðis og það síðan reis hérna á Íslandi friðarmerki í Viðey
það bara kom beint úr þessu starfi, það sýnir bara hvað áhrif svona hefur sko, þó ég hafi bara verið að vinna fyrir friðarsamtök og ekki í neinu pólitísku embætti, þá hafi þetta samt þau áhrif að koma hugmyndin á framfæri. En hérna, er það raunhæft að, ég meina, er ekki einhver opbóðslegir hagsmunir sem að og hagsmuna aðilar sem að myndu ekki vilja að Sameinuðu þjóðirnar flyttust frá New York og er ekki barist með kjafti og klóm gegn þessari hugmyndi? Menna, er þetta raunhæft að Sameinuðu þjóðirnar yfir höfuð flytji höfuðstöðu sína frá New York? Ég held að sé mjög raunhæft og sérstaklega núna sko, það er náttúrulega að verða svolítið smá svona breyting á hinnum alþjóða vettvangi. Bandaríkin eru að missa þetta tangarhald sem þau hafa haft á síðan seinni heimsstyrjöldinni á heimsmyndinni. Það er að koma upp nýtt bandalag BRICS þjóðana, það er Rússland, Suður-Afrika og Brasilia og fleiri og við sjáum nú til dæmis bara í sambandi við þetta sem er að gerast núna í Ísrael og Palestínu, sambandi við þess málsókn gegn Ísrael að það kom frá Suður-Afríku. Þeir þekkja náttúrulega vel svona og þannig að frumkvæði í svona málum er að byrja að koma til dæmis frá Afríku. Það er mjög uppvaksandi partur af okkar heimsmynd. Já, og þú sér þá fyrir þér að ef þessi, hvað ég segja, brjálaða hugmynd en frábæra hugmynd líka með, ég er rosalega hrifinn af þessu, segjum svo svo að þetta einhvern veginn fengist í gegna, Sameinuðu þjóðirnar væru með höfuðstöður hér á Íslandi, þá eru að tala það er að reisa miklar byggingar og það er þing Sameinuðu þjóðana og allar þessar skrifstofur og þetta bara heilt efnahagskerfi í kringum þetta. Algjörlega, ég tel að þetta yrði 600 miljardar í þjóðartekjum ári. Þetta eru 26.000 störf sem þetta fylgir þessu. Það er fólkið sem vinnur þarna og svo tengd starfsemi. Bara heila alþjóðleg miðstöð af alls konar diplómatum og alþjóða stjórnmála fólki einhvern veginn sem kemur þarna saman og við höfum alveg plássið, það eru nóg pláss hérna á Íslandi, það reisa þetta hvar sem er. Já, það er að gera það. Náttúrulega þyrfti að vera nálægt alþjóðaflugvelli, bestu var nálægt við Keflavíkurflugvöll, við veitum náttúrulega ekki hvað gerist á Reykjanesinu, hvort að það verður hægt að gera þetta þar en það er nú líka svæði þar ekkert langt frá sem eru hérna á Suðurlandi sem eru ekkert svo langt frá flugvöllinum sem var þetta að reisa svona. Og fordæmið er kannski þarna til staðar bara í frægum leiðtogafundi sem átti sér stað þetta 1986. Já, akkurat. Þá komu hérna saman leiðtogi Sovjetríkjana og leiðtogi hins vestræna heims Ronald Reagan og Gorbachev og töluðu saman sem að leiddi til svona upphafs endaloka Sovjetríkjana kannski. Akkurat, það var upphafið að lokum Sovjetríkjana og staðsettingin var ekki hugmynd Íslendinga. Nei. Hún kom að utan, skils mér. Þannig að við eigum þess að hann talar nefnd þetta Jóhann Galtung í þessu vídeo á forstakostninga.is. Hann talar nákvæmlega þetta að höfðafundin og hvernig hann var uppaf og hann talar það að byrja með friðarfundi, byrja að halda friðarfundi, bóða aðeila hinga á friðarfundi og það þróist þetta frá því. Og við erum náttúrulega með sko eins og í Friðrik Döggsson tengingar eins og við stofnun Galtung sem er eiginlega fræðisettur og svona net fræðimann í friðamálum. Hann er uppassanar því að kenna friðafræði í háskólum. Hann er höfundur handbóka Sameinuðu þjóðanna í friðarsamningum. Já, ég las Jóhann Galtung þegar ég var að læra stjórnmálafræði og tók námskeið sem með minni hefði heitið Átaka á friðarfræði. Já. Held ég. Þá man ég að ég las Jóhann Galtung. Já. En sko, þú ert með sín þarna ártalið 2025. Já. Við gefum okkur að þessi sín sé significant, eða það sé eitthvað raunverulegt sem gerist þá sem sagt myndi sko það þýða að þegar að ef þú yrðir kosin 1. júní 2024 að þá sem sagt líður tæft ár eða ár þangað til að eitthvað stórkostlegt gerist.
samkvæmt þessari sín. Já, það getur verið 1 eða 1,5 ár ef að ártalið stenst. Já. Hvað getur ímyndar að það geti verið? Sko, ég get alveg ímyndað mér það að það geti, sko, málin geti þróast mjög hratt á ógæfu hliðina núna á næstunni og það er náttúrulega mjög mikil hættanir í Mið-Austurlöndum að það geti þróast út í miklu breiðari átök þar. Og ef að við erum komin í sko meiri átök svona þá, og svo þetta er annars sem geti gerst, sko, ég held til dæmis að fólk hefur nú talað að Pútín sé mjög fólk hefur jáfnvel talað hann sem brjálaðan og allavega og þetta er ekki rétt að mínum mati. Hann hefur verið frekar yfirvegaður. Auðvitað er ég ekki sammála hvernig það ríðist inn í Úkraínu, allavega nátt að hafa einhvern annan aðdraganda því. Ég er ekki sammála þess hvernig það var gert, sko. En ef að hann til dæmis félli frá, þá veitum við ekkert hvað væri von á í staðinn. Og þessi, sko, pólitík sem við erum að keyra að loka Rússland úti og í rauninni vera með stefnum það að breyta stjórnvöld í Rússlandi, því að það er rauninni það sem þetta snýst að þeir vilja breyta stjórnvöld í Rússlandi. Sko, við þurfum náttúrulega að skoða þetta svolítið langt aftur í tíman, sko, þegar Sovétríkin féllu, hvernig að bandarískir vogunarsjóðir ásældust eignir Sovétríkjana og auðlindir og Pútín, sko, heldur þessu heima en í svona einhverju klíku sem að úrverða þessir olígarkar. Ég man það bara skotið því inn svona ganni, sko, að ég leigði flugvélan einu sinni 2 viðskiptajöfnum frá Ísrael og annar þeirra hafði verið alin upp á Rússlandi og við vorum að þetta bara stutt eftir fall Sovétríkjanna, sko, og nokkrum árum eftir og við erum að fljúga þarna alltaf reglulega inn í Rússland og Úkraínu og þeir eru alltaf með, sko, svona stóra skjalatösku tróðfulla af dollarum, tróðfulla. Og ég var með, sko, svona kassa af sígarettukartonum til þess að fá einhverja almennilega þjónustu á flugvöllum til að fá tanka vélina og svona, sko. Þá var þetta bara gekk allt einhvern veginn fyrir einhverjum útum, sko, á þessum tíma. Þetta var alveg stórmerkilegt. Þetta var svona eitthvað sambland af eðlugum viðskiptum og einhverju vilda vestri, sko. Og úr þessu spretta þessir olígarkar og allt þetta, sko. Og í raun og veru eftir að segja það að, sko, frá því að Pútín svona hamlar bandarískum vogunarsjóðum og bandarískum auðmönnum að komast í þessar eignir, þá hefur Pútín og hans stjórn svona verið þyrnir í augum Bandaríkjum á vestræna heimsins. Mér sýnist það svona frekar og þetta, og við erum undir þessum áhrifum, þessum áróðri, sko. En það getur margt gerst á einu ári, sko. Ef Pútín félli frá, við veitum ekki hvað kemur tilbaka, svo annars sem getur gerst að það er ekki endilega líklegt að Biden vinni forsetakosningarnar og það er alveg jafn líklegt að annar maður sem við konumst við vinni þær og sem að hefur lýst í yfir að hann vilji bara draga sig út úr NATO og hvað stöndum við þá? Með þessa, sko, hernaðarstefnu og yfirlýsingar það að Rússar sé alltaf að fara að ráðast á okkur og allt þetta, þá tel ég bara við sem að búa þann veruleika til, bara hreinlega. Við erum að framleiða stríð í staðin fyrir að framleiða frið. Ég held að það sé alveg rétt þér. Já, en það er brekka fyrir því samt að samfæra almenning á Íslandi hreinlega, þú ert búin að reyna nokkur sinnum að komast í, og þú er, eins og ég segði á hann, alltaf verið með sama góða boðskapin í raun og veru, þannig að forsetinn tali fyrir friði á heimsvísu, en þetta hefur aldrei náður raun og veru neinum árangri. Nei, mér finnst það reynda mjög merkilegt, sko, að fólk sjá ekki gegnum, sko, ég er náttúrulega átt að það er búið að þyrla upp rosalegum reikmökk í kringum mig, sko, og það auðvitað byrjar þegar ég fer í framboði 1996 að því að þá kannski út frá þessu má segja ég hef kannski tekið aðeins svo hart í árinni, sko, því að ég sá fyrir, sko,
ég þekkti úr kortunum alveg hvernig viðskiptalífið var hérna og ég sagði það bara, ég til Íslandi bara stjórna einhverju huldum og það verður fjármálahrun. Ef það ekki, ég vil koma út og sópa, ég vil koma niður í stjórnan og sópa út spillingunni. Sagður það 1996? Já, og það var... löngu áður en að bankarnir voru einkavæddir með sér. Já, ég sagði að það yrði fjármálahrun, ef það var ekki gripið í taumana. En hvernig kannstu séð það fyrir, sko, jafnvel áður en að bankarnir voru, að því að einkavæðing bankana sem sagt blúprintið að þessu fjármálahruni í raun og veru. Já, en var það ekki byrjað eitthvað í svona undiröldunni? Það er ekki ólíklegt að hafa verið, sko. Ég man það ekki, ég bara fann það sterkt á mér að það yrði hrun. Ef það væri ekki breyttum, af því að það væri það mikil spilling í kerfinu að tengingi milli viðskiptalífsins og stjórnmálana var allt og mikil. Þetta þarf að vera aðskilið. Og það er það sem að ég náttúrulega átta mig á, en það var byrt ég man eftir Fossíðu grein í Tímanum að þar var sagt að ég hefði sendt ráðamönnum kaldar kveðjur frá Þingvöllum og þetta var náttúrulega upphafið mikilli undiröldu gegn mér og reyndi að rakka mig niður á með öllum hætti en ég var að reyna að vara við því að það yrði efnahagshrun ef við myndum ekki lækna þessi megin sem voru í stjórnmálunum hér. Og svo náttúrulega eftir 2001 þá gerð mikil innrás aftur í Írak. Var það ekki þá sem að þú eins og nefndir áðan varst handtekinn fyrir mótmæli? Jú, þá er það þannig sko að þeir eru utanríkisráðherra og forsætisráðherra, það er Davíð Oddsson og Halldór Ásgrímsson að þeir eru staddir á NATO-fundi í Prag og það er verið að leggja draugin á að ráðast á Írak aftur og þeir lofa að leggja til íslenskar flugvélar frá Æslandir og Atlantar, þessar farþegaflugvélar til að flytja hermenn og hergögn til Miðausturlanda í þetta og þá sendi ég út tölvupóst sendi það á allar opinbera stofnan hérna, þingmenn og lögreglustöðvar og flugfélögin sjálf og bendi á þá staðreynd að með því að gera þetta þá séu það breyta hlutverki borgaralegra flugfélaga í hervél í rauninni og við það að gera það að þá samkvæmt þessum Genfarsáttmála hernað þá eru þessi félög og þeirra tæki, flugvélarnar og starfsfólk og allt orðið lögmætt skotmörk hins aðeins. Það væri ekki hryðjuverk þó flugvél er þið skotið niður bara hvar sem í heiminum af því hún er partur af hervélinni og það bara liður nokkru klukkutímar 3 eða eitthvað þá var ég komin í fangelsi. Þetta var túlkað sem einhvers konar hótun frá þinna hálfu eða hvað? Já, það var það náttúrulega ekki. Ég var bara bent á að þetta væri sem sagt það sem væri að gerast. En á hvaða forsendum náður að fá því gæsluvarhald? Mér var sagt síðar að skipunin að handtaka mig hefði bara komið úr forsætisráðinu. Það sagði mig lögreglum að það síðar. Þannig hefði það orðið verið gert sem er náttúrulega ekki eðlilegt. En það hefði bara verið Davíð sem að hafi? Ég veit ekki hvort það var hann eitthvað að við komið úr forsætisráðinu, það er bara það sem ég hafa sagt. Og það voru nýkomin á nýbúið taki í gildi hryðjuverkalög og þeir studdust við þau lög í þessu. Til að handtaka þig? Já, og hótuðu mér 16 ára fangelsi. Lögreglumennirnir voru að segja mér að draga þetta allt tilbaka og annars væri ég bara í 16 ára fangelsi og ég sagði, ég get ekki dreigð þetta baka, það er bara sannleikurinn og ef við gerir þetta þá bara er að setja fullt af fólki í hættu, það verður aldrei hægt að fljúga sem flugvélum safely sko frá Íslandi ef við gerir þetta og ég sagði, ég verð þá bara verði eins og Nelson Mandela, ég vinn bara frá Litla-Hrauni í þessu og og svo mættur í dómsal niður í héraðsdómi og sprautaðir yfir tómatsósu til þess að gera blóðsúthellingarna. Sko þetta áttinni svolítið aðdraganda sko, þessi mótmæli minn þar og þau byrja á því sko að ég ætla að fara aftur til Írak, ég hef búin að fara einu sinni til Írak sko
og þá fór ég með jólapakka og flutti litla stelpu til Amsterdam og það var þegar Clinton-stjórnin var í völd og þá var Clinton-stjórnarinn á samstöðum að ráðast á Írak og þeir þeir voru meira að tala um að nota efnavopna og svona sko. Þeir voru bara þeir maður búið að langa að ráðast á Írak löngu áður en að þeir notuðu tvíbaraturnana sem átillu þess. Já, og við förum þarna niður með þetta og ég tek þessa stúlku, flýg með hana til Amsterdam og ég á ekki að fá að fara með hana út sko. Ég tala við starfsmenn þarna ríkisstjórnar Saddams, þá fæ ég ykkur bara engin svör og ég reyna að tala við starfsmenn Sameinuðu þjóðanna og engin svör og ég held blaðamann höfund dag eftir dag og segi þessi stúlka verður að fá að fara, hún bara fórnarlamb viðskiptabans, hún fær ekki lyf, hún verður að fá að fara. Það var íröksk stúlka sem var sjúklingur já, uppblásin svona og ég segi ég fer ekki til að nefna með þessa stúlku, það bara þannig og ég fæ engin svör og endanum þá bara fer ég út af flugvöll með stúlkun og foreldrarnar en með CNN í fylkingu notaði fjölmiðlan til þess að raunverulega sem minn vopn og við förum í loftið og lendum í Amsterdam og þegar ég kem út morguninn eftir að þá labba ég inn í svona að fá ykkur kaffi sjoppu svona, þessi seldur blöð og það bara heil veggur af forsíðum sko og það allt okkar flug og þetta startar risa mótmælum út allan heim sem verður til þess að Clinton-stjórnin missir allan stuðning frá öðrum þjóðum til að fara í þetta stríð gegn Írak og stuttu seinna sko þá mér boðið til Grikklands og þá hefur UNESCO í Grikklandi tilnefnt mig til mannúðarverðlauna grísku kirkjunar og ég mæti þarna í Grikklandi og það farið með skip á litla eyju og þar bara komin heil bær með lúðrasveit, allt fólkið og það opnað svona bókasafn fyrir UNESCO og farið svo í kirkju og mér afhendur það segir kölluð heilagur gullkross grísku kirkjunar. Jaha. Og ég spyr af hverju ég að fá þetta og við teljum að það eru afstýrt styrjöld með þínu mótmælum. Jaha. Áttu þennan gullkross eða þá? Já. Já, það er nefnilega það, en síðar þá náttúrulega, hvað ég heyrði þetta innan í bandaríska stjórnkjörinu hafið þeir sagt sko við þurfum bara að fá annað Pearl Harbor til þess að fá ástæðu til þess að svo kemur. En við ætlum að koma hér á stómi aðeins. Já, einmitt. Já, sko svo það, ég held að verði bara jável árið eftir eitthvað tíman, það var 1-2 ára eftir, þá ætla ég að fara aftur til Írak og þá ég búin að lýsa því yfir að nú ætla ég að gera svolítið öðru vísi ég ætla að setja upp borð á torgum í Bagdad og byrja að skrá niður tjón fólks og fjölskyldna frá þessum hernaðaraðgerðum og viðskiptaþvingunum svona svipa svolítið eins og var gert í fyrra á Reykjavíkurfundi tjónaskrá gegn Rússum, þetta var einhverlega sama hugmyndin og þannig að það var hægt að höfða mál á hendur sko Bandaríkjastjórn og aðilum í Bandaríkjunum fyrir að taka ábyrgð á því sem þeir voru búin að gera þarna og ég búin að safna jólapökkum og jólapakkan alltaf þannig þeir eru frá börnum sko til barna þannig að það eru börn, íslensk börn sem gefa jólapakkan að skrifa kveðjur og svona og ég komin borð í Icelandir-flugvél sem var að fara með okkur til London og það náttúrulega áfram og með jólasvein með mér og aðstofamann og alla þessa vörur pakka í vélinni Icelandir hafi verið með næs að flytja þetta fyrir okkur og vélin bara komin bara inn í flugtakstöð þá kom bara blikkandi lögreglubílar og bara loka flugbrautinni og það bara er ekki loftið Nei, og við erum bara vísa frá borði og allt affemt af vélinni og og fengum ekki að fara. Hvað sagði það? Það var nú bara eitthvað tilljóðstöðan en mér var sagt að það hefði bara komið símtal úr utanríkisráðuneytinu þetta. Og þá vildu þeir ekki að þú færir í þennan friðar? Þeir voru búin að skamma mig eftir fyrirferðina fyrir það að hafa
talað þetta viðskiptabann væri að drepa börn og svona sko. En þetta var náttúrulega bara sannleikurinn, það þurfti að segja þetta. En hafðu þeir einhverja heimild í lögum til að stöðva þessa för þína? Já sko, þeir höfðu náttúrulega heldur enga heimild í lögum til að handtaka mig síðar, sko, útskýra það segna, vegna þess að Hæstiréttur dæmdi það ógilt sko. Þannig að það eru þetta engin heimild í lögum, það voru bara verið að misnota réttakerfið. Og það þess vegna sem ég geri svo mótmælin í héraðsdómi. Því að svo líður 1 ár. Þetta gerist í 2. desember, ég kemur sem pökkum út á öðruvísi og þeir fóru sína leið til Írak, en svo, mér minnir þetta að verið 22. desember, mann það ekki alveg upp á hár, minni það, og næsta ár, eiginlega nákvæmlega upp á sama dag, þá fyrirtaka í þessu handtökumáli í héraðsdómi Reykjavíkur og af því þetta ber eiginlega alveg upp á dag, á daginn sem að jólasveitin var stoppaður á Keflavíkurflugvelli og ég var ekki jólasveitin sko, það alltaf einhver annar leikið hann reyndar sko, ég bara gert það í héraðsdómi og þá mæti ég í jólasveinabúningi og með póka jólasveinsins, þú sem að pakkandir vel í, mæti með þetta niður í héraðsdóm og ég segi við dómarann, það verið að misnóta, svo gjörsamlega misnóta íslenskt réttakerfi í þessu máli. Þetta bara, þessi kæra, þetta bara algjör fjarstæða. Þessi málskjöl, hann var að afhenda mér all málskjölin, þau var bara heima í þessum póka og upp á fjöllum með hinum jólasveinunum. Og hann setti gögnin í pókan. Dómarinn? Já. Já. Ég lappaði borðin hjá honum og hann setti það bara í pókan. Og ég lappaði út með bókan og gögnin og það var annað líka sem að var sko að ég mátti ekki verja mig sjálfur ég vildi verja mig sjálfur, ég hef búin að safna gögnum að þessu heila árið og svona þykka mappa allt saman, ég vildi kalla til ráðherrana sko, utanríkis og forsætisráðherra sem vitni í málinu, þetta mátti ekki, þeir skipuðu mér lögmann. Svo þetta var í desember, svo kemur apríl held ég að verið og þá það sem að taka fyrir málið aftur og ég bara undirbúið mig undir það að fara þetta niður í héraðsdóm og ég kveiki á útvarpinu og þá sagt loftárásir bandamanna hófust í morgun á Írak og 4.000 manns liggja í valnum, mest almenni borgarar, allt almenni borgarar, börn og konur og svo framvegis og mér opið svo rosalega að ég var komin í jakka og með bindu og ég fór bara úr jakkanum og bindinu og verið á hvítir skyrtu og ég tók tómat svona helti yfir mig og fór svo niður í héraðsdóm og sagði dómari, svona þetta niður í Írak hérna liggur fólkið, börn og konur, gamalmenni liggi í blóði sínu eftir loftárásir sem að við höfum stött. Þetta voru skilabóðin. Og hvernig var þessu tekið þetta í héraðsdómssalnum? Dómarinn var allt í lagi sko, hann var þannig séð þetta var kurteist og ég var líka kurteis í réttarhaldinu sko, ég bara var með þessi tákrænu mótmæli til þess að reyna að vekja í mönnum þá vitund hvað við værum að gera. Við vorum búin að drepa þennan morgun, það 5.000 manns á einu mótni. En þetta var einhvern veginn svona málað upp í fjölmiðlum sem, hérna Ástþór algjörlega gengin á köflunum. Hann mætir hérna sko, og orðin algjörlega galinn, búin að missa það. Já, en þetta náttúrulega fermingadrengs aðferðir í mótmælun sko fyrir mann sem að vinna fyrir friðarsamtök. Þetta myndi náttúrulega ég aldrei gera sem forseti, en það þarf forseti ekki á svona að halda til að koma sínu máli áfram en þú veist alveg hvernig að komast inn í fjölmiðla að komast inn í fjölmiðla fyrir einhvern friðarsinna bara ekki auðvelt og þú þarft að búa til svona hálfgerða leiksýningar til að gera það þetta náttúrulega bara svona leikræn tjáning á því sem að gerast í bæði skiptin og þú komst þú sannanlega í fjölmiðla já, en það auðvitað slæmt hvernig þessu var umturna í fjölmiðlunum upp í andhverfu sína sko því að ég viss það að flestir Íslendingar eða átta sig bara á því hugsa það bara til enda ef að það lægi niður í miðbæ hérna tæplega 5.000 manns í blóði sínu eftir ykkur á loftárásir frá ykkur erlendu ríki
En á þessum tíma voru opaslega margir sem að bara studdu þessa ákvörðun og það var ekki fyrir mörgum árum setna sem að svona þorri almennings hefur átt að sjá að þetta stríð var náttúrulega byggt á lygum og algjörlega glórulaust frá A til Ö. Já, ég sagði það daginn áður en að Einarsson hósta í viðtali á Bylgjunni að það myndi ekki finnast neginn gerðingavopn í Írak því þeir ættu ekki. En það er ekki alveg rétt hjá þeir að meirihluti fólks hafi verið fylgjandi þessu. Það voru gerða skoðanakannanir á þessum tíma og ég man eftir einni könnun það var yfir 90% af fólki á móti þessum hernaði. Já. Þannig að almenningur var á móti þessu og ég held líka að yfir höfuð er almenningur á móti þessum stuðningi íslensku þjóðarinnar við hernaði í Úkraínu. Já, ég hef sagt það sko, almennt er almenningur á móti stríðum, en ef að þeim sem fara með völdin tekst að blekkja almenning, sem er yfirleitt alltaf aðdragandi stríða, það er sett á svið eitthvað narratív, þá er hægt að blekkja almenning til að hugsa, það verður það sennilega er eina lausnin, það er að fara þarna inn og stoppa þetta eitthvað svoleiðis, sem er alltaf eitthvað yfirvarp til þess að hergagnaðinaðurinn geti fengið sínu fram. Já, en stríð eins og nýri í Úkraínu er bara engin laust, þetta hugsaði það að það eru sko einhver þriðjungur af þjóðinni lögða flótta, það er búið að rústa hérna fyrir einhverja 100 milljarða og og allt það hverjir ráða einhverjum lokal málum. Þú veist, þetta er bara fólk sem að býr þarna, þetta er svona álíka eins og Vestmanningar myndu segja daginn, við viljum stjórna okkur sjálfur og við viljum vera svona sjálfstjórnar hérað undir Íslandi til dæmis og við myndum bara segja nei og við kæmum hérna úr Reykjavík og bara með byssur og myndum berja þetta niður og myrða helminginn af fólkinu. Þú veist, þetta er ekki þess virði og ef þú lítur á þetta í stærra samhengi sko, sjáðu bara hvað gerðist í Sviss sko, að þarna 1648 ég vona ég sem er ártalið rétt, það er það leiti allan að þá er gerður sér friðarsamningur og upp úr þessu rís eitt blómlegasta ríki í Evrópu, þú veist eitt besta lýðræðið og eitt blómlegasta ríkið. Úkraína hefði geta orðið alveg rosalega öflugt og kannski getur það enn ríki mitt á milli austus og vestus. Já, staðsetningin og geopolítískt. Já, því að flestir Úkraínumenn tala rússnesku og mjög margir tala ensku. Þeir eru mjög framalega í tölvutækni, mjög framalega í rafmyndum, þjóð sem er bara mjög framalega, margan hátt. Þannig að þeir eru alveg geta brillerað sem viðskiptaþjóðin þarna á milli, austus og vestus sem bara hlutlaust ríki með verndarsamninga, þeir hefðu geta gert verndarsamninga við bæði Evrópu og Rússland og það sem að til dæmis að Evrópa hefði bara þá gefið þeim þá frekar en að vera taka þátt í þessu núna bara verndu það ef að Rússar brjóta friðarsamkomulaginu og þá er Evrópa komin að verja þá og eins Rússar getur gefið þeim sambarilega verndarsamninga ef ykkur annar kemur að ráðast á þannig þeir þurfi ekkert að vera að vígbúa svona, þetta er bara vitleysa. En síðan er þessi geopólitík öll býstna flókin á sama tíma samt hún er frekar einföld, þetta var snýst allt hagsmuni að maður velti fyrir sér hvort að einhverjum svona hugmyndir einhvers friðarhöfðingja frá Íslandi er þið ekki bara kæfðar niður sko, þess að hagsmunaöflin eru svo gríðarlega sterk og stór sem að vilja þennan herriðnað. Já, þú hefur 2 valkosti. Þú hefur þann valkost að pröfa það og sjá hvort hann eins og maður sé næði árangri og þú er hinn valkostin að pröfa það ekki og leggjast bara enn meira á sveif með hernaðinum. En við vitum hver útkoman er að þú leggst meira á sveif með hernaðinum að hún er bara meiri blóðsúthellingar, meiri flóttamannaströmmur sem að Ísland ræður ekki einu sinni við. En hinn leiðin, mín leið, hún er allavega held ég þess virði fyrir Íslendinga reynana. Hver er áhættan? Áhættan er engin. Ég er ekki að fara að umturna forsetaembættinu. Ég er ekki að fara í stríð við alþingi eða ríkisstjórn. Ég er að fara að halda áfram að halda virðingu embættisins eins og það er ekki í dag. Ég ætla bara að útvíka það, nota áhrifamáttin.
og það mun vera eitthvað sem að Ísland mun njóta góðs af á mörgum sviðum, viðskiptum, í túrismanum og allt. Til dæmis bara eins og friðarverðlaun. Ég afhendi friðarverðlaun Leifs Eiríkssonar í fyrra í Lisbon fyrir framan fullt hús, yfir 1000 manns. Fyrir hönd hvers varst það? Friðar 2000. Já. Við erum með friðarverðlaun Leifs Eiríkssonar. Hver var handhafi verðlaunanna? Það var Jóhann Galtung. Já. Og við höfum gefið þau áður. Það var einu sinni, var það hermaður í Ísrael sem að ungur hermaður sem að vildi ekki skjóta á samlanda sín og neita að taka þátt í styrjöldinni, og annan tíma var það kona Barbara, þetta hún sem að var á bandaríska þinginu og var eini þingmaðurinn á bandaríska þinginu sem stóð upp á móti Bush yngri þegar hann vildi breyta lögum og reglum forsetembætti þar, sem að gerði forsetan eiginlega einráðan hvað var þar hernað. Menn hafa verið að tala þetta þar, að sko forsetin nánast einráður til dæmis beitingu kjarnorkuvopna. Það er engin leið til að stoppa hann. Það er engin leið til að stoppa hann eftir þess að breyða sem voru gerðar þarna sem að hún mælti mjög gegn. Það er engin leið til að stoppa hann með byssukúlu. Hafa þeir sagt í Bandaríkjunum margir. En farið svo að þú hljótir ekki kosningu núna í sumar í forsetakosningunum hérna á Íslandi. Hvernig horfir þetta við þá? Þessi hugmyndafræði virkjum bestastað og svona, myndu halda þessu áfram til streitu eða er þetta síðasta allagan eða hvernig lítur á það? Sko ég náttúrulega er að vinna þetta líka fyrir svona komandi kynslóði sko, þannig að ég er að vona að einhver taki þetta upp annarkvort á núna eða síðar. Þegar ég gaf bókin út 96 þá var ég að vona einhver frambjóðan taki þetta. Ég með þess að bauðst til þess að kosta kostingabaratu fyrir aðra og byrjaði að kosta fyrir einn mann sem að talaði að hann vildi taka þetta. Ég reyndi mikið að fá Óla Ragnar Grímsson eftir að hann var kjörinn til þess að taka þetta mál, við tókst það ekki. Reyndi að fá hann til að hjálpa mér að koma í gang Friðarháskóla. Ég talaði líka við borgarstjóran í Reykjavík það að koma að fót Friðarstofnun og Friðarháskóla hérna í. En rættir þetta einhvern tímann við Guðna að benda honum á að væri hægt að nýta forsetembættið í þessa vegferð? Sjálfsögðu bendi honum á það, en Guðni var ekki maður friðar inn í embættið. Hún var skotið á loft, eins og þú veist, á RÚV. Hann kom út úr klíku Sjálfstæðisflokksins sem er aðalstuðningsaðilar þessa hernaðhyggju hér á landi. Lögmaður hann sem fór með listan á milli sýslumanna var lögmaður bandarískra vogunarsjóða sem höfðu ásælst eignir föllinu bankana, og ég sagði við hann Guðna umbúðalaust ég vildi ekki geti styrti vegna þessa, en ég geta ekki, þú ert svo óheiðarlegur í þessu máli að ég geta ekki, þú átt eftir að bregðast þjóðinni í friðarmálum, og það tel ég hafa verið rétt. Hann flutti einhvern fagugala við stofnun friðarsetus Höfða 96 í október að við getum beitt okkur og svo framvegis, en svo þegar að 96 í október? Nei, 2016 já, 2016 og svo hvað 2022 þegar við þessa einrás í Úkraínu, þá var hann í Silfur Egils og bara að við skildum sína karlmennsku og bara berjast og það gekk svo fram af þáttastjórnunum, held að vera konan sem var þáttastjórnun Silfur Egils, að hún spurði, eru menn ekki komnir svolítið stríðsam hér? Þannig að þetta er ekki við hæfi, þetta er ekki það hlutverk sem ég tel að forseti Íslands eigi að hafa. Því miður, ég byrði ágætis maður og allt það, en sambandið þetta mál hefur hann brugðist, og ég sá það fyrir, og það var nú þáttur í RÚV þar sem var hótað að varpa mér á dyr af því að ég vildi vekja athygli á þessu. En þú syns þetta alveg lítur á það sem svo að það gæti vel verið einhver annar
frambjóðandi í framtíðinni sem að bæri þennan boðskap sem að varða og friður 2000 væri kannski einhvern veginn á bakvið aðra frambjóðendur þó að þú myndir hætta þessu. Það sjálfsögðu, það náttúrulega hugmyndin að þetta, og við viljum helst líka breiða þessa hugmynd út víðar, út í heim að fólk reyni að komast inn í pólitísk embætti með friðarbóðskapin því að þú vinnur ekkert friðin bara út á götu, sko, þú verður að gera líka innan stjórnmálana og í rauninni ættu sko þeir sem að fara í trúnaðastöður eins og hérna eru kjörnir á þing og kjörnir í embættis og ráðherraembætti ættu raun að vera skyldaði til þess að setjast á skólabekk og læra Jóhann Galtung vegna þess að hann kennir okkur það hvað þarf til að þjóðfélag sé þjóðfélag friðar. En hvernig metur þú svona stöðuna þína? Hann að segja þetta kosningabarátta eins og þessi snýst náttúrulega að þú þarft að vera með sjálfboðaliða og stuðning og fótgönguliða og bara, ertu með þá resursa sem þú þarft til þess að etja kappi við aðra frambjóðendur sem munu vera, það eru pottit ekki komnir fram allir sem munu bjóða sig fram og það á eftir að koma einhver fulltrúi svona establishmentsins sem að verður með ríkan stuðning á baku sig, hvernig metur þú bara stöðu þína til þess að fara upp gegn þessum ráðandi öflum, svo má segja, eins og þú hefur gert áður og ekki hlotið brautagengi. Það veldur náttúrulega svolítið á því hvað fólk og þjóðin tilbúin til að opna augu sín fyrir sannleikanum. Að láta ekki blekkja sig trekk í trekk og mata ofan í sig. Ég kem til Digranes ég klæddur, ég með mína hugmyndafræði vel ígrunda, búin að vera í vinslu 30 ár og fólk getur kynnt sér svo á forsetakostinga.is öll mín stefnumál og vídeo og þessa bók og ég þess fullvis að fólk kynni sér þetta þá opnast augu þeirra en þetta spurningu það hvað mér tekst vel til þess að fá fólk til þess að staldra eins við og hugsa eins málið ég myndi flóttamannastraumur hefur vaxið mikið síðan 2016 held ég og ég spáði nú einmitt fyrir því þá og þá var einmitt útlendingafrumvarpi kallað held ég sem að var þá nýkominn frá Alþingi og beið eftir undirskrift forsetans það var bara síðasta kvöldi held ég fyrir kjördag 2016 og ég sagði enginn að spá í það að þetta frumvarp þarf að fara fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að í þessu frumvarpi var verið að gefa útlendingum meiri rétt en Íslendingum, fættum Íslendingum samvættu styrk og húsnæði og svona og svo komið ljós að þetta frumvarpi náttúrulega til trafala og vandræða og nú verið að tala að breyta því í staðin fyrir að hafa bara gert það strax að horfa á þetta þannig að fólk það náttúrulega átt að sjá því hvar stöndum við til dæmis eftir 4 ár eða 8 ár ef að kosin ykkur inn sem að ekki sjálfur sér samkvæmur í eins og þessum friðamálum og hvar stundum þá hafa þá flóttamenn margvaldast, það komið styrjöld í Evrópu, það var helst hérna yfir okkur eru við orðin skotmark í ykkur deilu stórveldana þú veist, þetta spurningar sem fólk það bara spyrja sig fúlst alvöru höfum við efni á ykkur svona skraut hatt eða hvað á ég að kalla það, ykkur skraut fjöður á Bessastöðum sem bara svona huggulegt að hitta í kaffibóðum og svona, er það nóg? Er það nóg fyrir 2 milljarða á næsta kjörtímabili að fá það í staðinn? Þú telur hreinlega að við séum bara að missa af stóru tækifæri að við nýtum ekki Bessastaði til þessara hugmyndafræði sem þú... Að sjálfsögðu við það. Að sjálfsögðu við það. Við erum að eyða stórum peningum í forsetembættið, fáum, eða höfum ekki fengið mikið í staðinn. Það liggur eftir Óla Ragnar þetta norðurslóða dæmi sem að svona umhverfisverndarmál sem að er áhugavert en því miður þó kann ekki friðamálin ég veit ekki hvað liggur eftir núverandi forseta, mér er ekki kunnugt neitt sérstakt Ástór Magnússon, það er búið að vera mjög fróðlegt að sitja með þér og fara hér yfir sögu þína og áherslur og það verður gaman að fylgjast með kosningabaráttunni
þegar nær dregur. Þetta er rétt að byrja núna að fara að stað, eins og ég segi, ég vissum að ég ætla að koma fleiri frambjóðendur og við vitum ekkert hvernig þetta fer allt saman en verður í besta falli skemmtilegt og spennandi, þannig að ég óskaði bara góðs gengis og ég þakkaði kærlega fyrir komuna. Þakkaði fyrir það.